Hlustendur góður, þetta eldhúsmeistaranna. Herðu, í þessum þætti þá ætlum við að fara á sjóstöng. Ég tók tökumanninn minn með og við ætlum að sýna okkur svona hvernig svona sjóstöng gengur fyrir sig. Þeir eru strákar úr vélsmiðjunni Hamri. Vélsmiðjunni Hamar svona stórt fyrirtæki með vélsmiðjur út allt. Það byrjaði á því í gamla daga og þá fyrir 30 árum síðan, þá kom forstjórinn í Hamri, ég man nú ekki hvað hann heitir, þá sá ég giftingavísluna hans. Og það sýndi mig mynd af mér þegar ég var fyrir 30 árum síðan. Þá var ég nú ekki alveg svona. Heyrðu, en þeir hafa verið duglegir að koma til mín þegar þeir að vinna hérna í skipunum og svona, þá koma þeir og fá sér hamborgara og fisk, svona allt í bland. Þannig ég er búinn að kynnast þeim vel, þessum strákum sem er að vinna í Hamri. Þetta mikið af Íslendingum, mikið af útlendingum. Þetta frá Lettlandi og Pólandi og Rúmeníu og svona. Það er mjög þægilegt að afgreiða og mjög svona heimilis. Þetta svo bara eins og heimilisvinir, svona heimagangar. Heyrðu, þeir báðum að koma með sér í veiðiferð út á sjó. Og ég sagði bara já og þetta er svona sjóstöng. Og þetta átti að vera tæplega 50 kallar og þeir voru það, tæplega 50 manns og þeir vildu vera viss og fá líka það átti að grilla aflann og þeir vildu fá hamborgara líka. Heyrðu, þetta tókst bara rosalega vel maður. Við byrjuðum á að heilgrilla þorsk. Ég fann einn fallegan ufsa. Þeim leist ekkert á þetta, þá tók ég bara og tók innyflin úr og kryddaði hann heilan svona eins og það gert og heilsteikt hann inni í grillinu. Rosalega flott og kryddaði hann og var svolítið lengi að ná sér. Heyrðu, og þeir komu maður og kroppuðu í þetta og tóku fiskinn út. Alveg safaríkur og fiskurinn hafa bara beint tekinn úr sjónum, spriklandi og ég gerði á hann meðan hann var ennþá að rista sig maður svona og sett hann beint á grilli svona. Heyrðu, svo tók ég líka og flakaði stærri fiskana og setta í svona álbakka og kryddaði fyrir þá sem að því á Íslandi það má ekki vera bein og roða á honum og ég alveg hreinsaði hann og bjóð til nokkra bakka því og þeir átu þetta með í forrétt. Kartöflusalat og ferstsalat og tartarsósa og fiskur úr hafinu hérna bara rétt hjá. Tókst rosalega og þeir kláruðu þetta allt saman. Ég var bara í fullri vinnu allan tíman. Heyrðu, svo tók ég svona viðtöl við strákana. Það var nú haft svona bjór hönd en það var ekkert svona sterkt með. Ég hafði nú orðað því, mér varst lítið í þeim. Þeir komu alveg pikk út edrúir en þeir voru nú aðeins farnir að brosa svona í restina. Þetta tók 3-4 tíma. Heyrðu, og svo gaf ég þeim Texas sósborgar. Þeir eru nú vanið þeim. Fengu einn svona beint í æðmaður rosalega ánæður. Þegar við komum borð og þegar var keyrt hérna bara, þetta var bara 10 mínútur hérna út maður og þá voru teknar upp 25 veiðistangir og þeir voru með svona smokkfisk og beitu og svo voru þeir líka með svona gúmmi á þessu og þeir voru að veiða öðru megin alveg upp í 25 manns og það kom alveg hellingur af fiski á hjá þeim og þeir skiptust á því að þetta voru svo margir að þeir voru meir og minna af og það var bara keyrt á milli veiðistaða og þeir bara sett út sökkurna maður og margir fengu sinn fyrsta fisk þarna en þetta var mest svona þorskur svona sæmilegur þorskur svo sleftuður oft þessu minnsta en ég grillaði hana 3 litla en þeir sögðu að það sé mest þorskur að komi stundum svona ufsi en það kom einn ufsi þarna og var rosa gaman og þeir voru með flottar stangir þarna og þeir voru allir allan tíman menn þetta gekk rosalega hratt fyrir sig og það var allir að veiða og svo að gleði hjá matta niður í söng og menn löppu upp og niður og drukku bjór þetta er bara alveg uppskrifta rosalega skemmtilegri skemmtun þetta var rosalega hraðskið skip þeir fóru út allt hérna alveg hjá Skerjafirði hjá Seltjarnarnesi og hérna áttina af Hvalfirði og út allt þetta tókst rosalega heyrðu og svo voru þeir með hann matta maður og hann búinn að líka vera svona þéttur og velli og fallegur svona eins og ég var nú að spyrja þá hver væri frægari og við sömdum það í lokin að
við værum svona jafn. Ég væri meira á netinu, hann væri meira svona í menningunni. Ég ber rosalega virðingu fyrir Matta, hann flottur. Hann náði upp svaka stemningu þarna niðri maður og 3-4 tíma voru bara svona eins og bara augnablik. Þetta gekk ógeðslega vel og allir voru rosalega ánægðir. Og ég tók viðtöl við nokkra stána, þið sjáu bara fílinguna maður. Nafni Alex. Ég veit hvað nafni Alex Hvernig var ég? Var það að byrja? Ég kem að Svo snær Sýrja vora Sjáðu jökulinn loga Allt bjart fyrir okkur tveir Því ég komin að ferðalokum finn ég þig sem fagnar höndum tveir Já, ég komin Strákar, nú ætlum við að gera vídeó. Eru þið klárir í þetta? 1, 2 og svo snær Sýrja loga Sjáðu jökulinn loga Allt bjart fyrir okkur tveim Því ég komin heim að ferðalokum finn ég þig sem ég fagnar höndum tveim Já, ég komin heim Ég komin heim Og þegar við slupum á lifandi þessari sjóferð hjálpaðu mér Ég get það ekki sjálfur Ég orðinn leiður á að liggja hér Gerum eitthvað gott Gerum það saman Ég skal láta fara lítið fyrir Hjálpaðu mér upp, mér finnst ég vera að drukkna Hjálpaðu mér upp, mér finnst ég vera að drukkna Hjálpaðu mér upp, mér finnst ég vera að drukkna Hvað getum við gert ef aðrir bjóða betur Dregið okkur saman, slíðið
Reykjavík og hvar erum við ekki bara hérna rétt á Seltjarnarnesi eða hvað? Við erum allavega fyrir utan Reykjavík, ég veit það. En þú ert að vinna í Hamri Já, ég er að vinna í Hamri. og ert þú aðalmaðurinn? Ég er aðalmaðurinn, eins og venjulega. Ég er allstað aðalmaðurinn, allstað. Og hvað, ert þú vélstjóri eða vélsmiður, velvirki? Nei, ég er bara verkfræðingur. Þú ert verkfræðingur? Já, ég. Og þú bara Ég stjórna skipuleggur? öllu. Já, þú ert svona maðurinn á bak við Já, tjöldin? maðurinn á bak við tjöldin. Og puttanum svona, gera Já. svona, gera svona. Ég er bara svona. Já. Heyrðu, er ekki æðislegt að vera í svona starfsmannaferð? Þetta er æðislegt. Það er æðislegt að vinna í Hamri. Já, ég er nefnilega verið að hérna, elda svolítið fyrir þá. Og rosalega góða móral. Hvernig gengur að fá svona góða móral í fyrirtækið? Það er sérstaklega gert með því að ráða ekki leiðinlegt fólk. Já, hann sagði það einmitt. Það er bara sérstaklega gert með því. Já, það er bara spottað út. Það er ekki mikið atrið að kunna mikið, Nei. það er bara að vera ekki leiðinleg. Já. Það er mikið atrið. Já. Herðu, ég er með hérna einn áhafnameðlum og hann er líka að vinna í Hamri, alveg bara orðin helvíti léttur, búinn að fá sér nokkra bjóra. Herðu, varst þú ekki þú sem fest fyrsta fiskinn? Þennan stóra? Já. Það held ég sko. Já. Já, og hvað? Segðu, þú ert að vinna í Hamri og ert þú að lossa og hvað ert að gera þar? Já, ég er bara að vinna það hala. Já, við hvað? Bara sem að mér er sett að gera sko. Já, hvað, skúra gólf? Stundum. Stundum, Það kemur verið, það er skammakrókurinn sko, en Já. ef ég mæti illa, það kemur að verið sko, en En segðu mér, ertu að sjóða og hvað er það ég að er að gera í Hamri? sjóða, ég er að skrúa, ég er að, allan fjandann sko. Heyrðu, Skera Hvernig fílar að fara í svona starfsmannaferð og veiða hérna á sjónum og svona? Þetta er ekkert slæmt sko. Ekkert Ég slæmt? Þetta er Ég ekki gert allt frábært. verra. Já, Og ég tala nú ekki þegar Maggi Texas er að grilla við honni í mann sko. það kemur á eftir og Já. fiskurinn og er hann ekki flottur hann hérna, trúbótorinn? Já, trúbáturinn er djöfullig góður sko. Hvor er frægari, Maggi Texas en hérna Matti Matt? Hvor er Matti frægari? hefur aldrei búið sér frá sér fósett. Nei, en hvor er frægari? Ég held að sé að reyna línur Þú að voru að Maggi segja- Texas sé frægari sko. Já, nú Það þurfa ekki að spyrja því Nú sko. ertu vinnu minn. Já, Gaman að þessu. löflega gæli mín. Já, það er brjálu stemning hérna maður í stangveðinni og við erum standir hérna inn í káatinni og Matti að syngja maður og ég náði í Berneskallinn maður. Þetta er hörkufjör, svona verður þetta. Akkur heitir þú Berneskallinn? Þú ert alltaf að gefa mér svo góða bernisós. Besta bernisós sem það var. Hann kemur alltaf á Texasborgur og sjá á barinn og fær sér að borða. Hann byrður alltaf skamta Bernesón. Með öllu. Öllu, já, fisk og kjöti. Þetta er besta bernisós sem það var. Þetta er tóm. Tóm, þú er að gefa honum fullt maður. Já, þetta er... Herðu, segðu mér hérna, eru oft svona starfsmanni sko? Ekki nóg oft. Ekki nóg? Nei, svona á þetta að vera. En þið eru bara með bjór. Já, við verðum að hafa gaman að þessu. Ekki bulla. Við verðum að hafa gaman að þessu. En segðu mér, fáið þið ekki sterkara, fáið þið bara svona fisk? Fyrst, já, menn ekki góðan bjór. Jó, menn fáið þið ekki sterk snafs, jagermaster og vodka Við verðum að halda okkur svona stemmilegur. Bara hafa gaman að þessu. Það má ekki fara fram yfir okkur. Nei. Nei. En hvar hafið þið farið aðra svona starfsmannaferðir? Við erum óskaplega aðalega halda svona skemmtarinn í smiðju okkur. Já. Grilla og hafa gaman. Já, og þeir sögðu að það væri bannað að hafa leiðilegt fólk í Hamri. Já, þetta er alveg bannað. Já. Þetta er bara fyrsta spurning, þetta er skemmtilegur eða ekki? Já, og ef þú ert ekki skemmtileg þá verður ekki vinnu. Það er bara annar staðar, verður að vinna í hérðinni eða eitthvað. Heyrðu, við þakkum fyrir, og spurningin á lóku, hver er frægari? Maggi Texas eða Matti Matt? Þið eru alveg á leveli. Nei, Alveg á leveli. Þið eru svo... Nú farið þið ekki meiri Berlinsson. Já, sko, þú ert besti kokkurinn og hann er besti söngvarinn. Já, takk. Það er ekki að spyrja því. Heyrðu, nú þurfum við að drífa okkur bara í grillið og fá okkur hambúrgara. Gera skiptir máli, éta. Éta. Það er að segja éta. Það segir Bjössi. Já, takk fyrir. Já, skemmilegis. Ég veit hvað nafnið alveg. Var það að byrja því? Ég kem á eftir. Heyrðu, þeir drekk ekki nóga af hvítvíni, hann ég var bara að nota því eldamennskuna. Hafið þið heyrt talað hvítið stekta hambúrgara? Nú vorum við að gera það hérna á sjónum hérna mann.
kemur svona hérna gufu, hérna hvítisgufu kemur og svo loka ég þessu. Yes! Alltaf á Texas að gera eitthvað sniðugt. Það ekki flott strákar? Þetta flott maður. Heyrðu, svona grilla maður bara allstaðar upp á Vatnajökli út á sjó. Maggi Texas mætir á svæðið, ekki vandamálið. Í góðra vinna hóp, það þurfa að vera skemmtilegir menn svo ég mæti á svæðið. Þetta flottur hópur, hamarskallarnir, mínir vinir sko. Yes! Strákar, nú ætlum við að gera vídeo. Eru þið klárir í þetta? 1, 2 og sólstær síni að loga. Sjáðu jökulinn loga. Allir bjartir í okkur tveim. Því ég er komin heim að ferða lókum þín ég þín sem ég fagnar öðrum tveim. Já, ég er komin heim. Ég er komin heim. Já, komið í sæl, við erum hérna, náðu honum hérna, við erum 2 starfsmenn hérna í þessari ferð. Við vorum að kynna þig bara. Ég heiti Matti Matt, komið sæl. Og Maggi Texas, heyrðu. Maggi Texas. Heyrðu, rosalega búið að vera gaman hérna og að vinna fyrir þetta fólk. Frábært. Þú ert búinn að vinna svolítið fyrir það áður. Já, ég er búinn að vera skemmt aðeins fyrir það, bara upp í vélsmiðju og þetta er nú fyrst skipt sem ég gerir þetta í borðið skipi. Já, var þetta ekki bara flott, þú náður upp heljarina stemningu maður öll, slagarinni maður og... Já, þeir eru allir farinir að syngja með þarna íslensku lögunum í útlendingarnir og allt í lokinn, sko. Já. Heyrðu, og ferðu svona út allt og gerir allt svona fyrir bara hinn og þessa? Já. Ég gerir rosalega mikið af þessu, að fara eitthvað einn með gítarinn í svona hálftíma, klukkutíma og rífa upp einhverja stemmingu. Já, í svona partíum. Já. Þannig að áhorfendur góðir, sko, við erum svo heppnir á INN að það er hort út allt land. Er það ekki? Þeir ringi bara í Matta og hann bara kemur á svæðið og Maggi Texas. Maggi Texas mætir með honum. Ég var gaman að því hérna, svo mikið skemmtilegu fólki hérna og verið að spyrja strákana, hvor er frægari, Matti eða Maggi Texas? Hvað finnst þér? Sko, fræð okkar Maggi minn er ólík. Já, við erum báðir. Þú ert svona internetstjarna. Já. Og sjónvarstjarnan alltaf í dag. Já, búin að laga 300 þætti á INN og það er hort rosalega það. Ég hugsa sko, í dag ert þú meiri stjarnan en ég. En þú ert búin að vera meiri jafnar að, þú ert búin að vera rosalega skemmtilegur tónlistarmaður. Ég er búin að vera lengi að sko. Já, og fylgjast með þetta, alltaf res og kátur. Svo er þessi ánægð með hvað fallegur í læginu. Já, þetta er allt bara, ég er búin að vera að horfa á vídeóin inn og sjá hvernig þetta er gert. Þannig að við starfsmennir, við erum með góðan fallunga og mikla gleði. Ekki spurning. Og ert ekki sammála rosalega mikið gleði í Hamrasæfafólki. Ég var einmitt að spyrja það, hvernig faraði að því að hafa það svona skemmtilegt og þú veist, mórallin var alveg toppi. Topp móral. Allir vinir, allir í stuði. Og þau sjáðu það bara, þið ráðu ekki leiðilegt fólk. Nei, það er góð regla held. Heyrðu, við erum þá ekki leiðilegir Við myndum aldrei ráða leiðilegt fólk held ég. Já, heyrðu, en ég er svona meira á internetinu og þú ert svona meira í menningunni. Eigum við að sættast á það? Sættast á það. Það er jafntefli. Já, jafntefli. Til í það. Takk fyrir.